Góðan daginn, Bergþóra heiti ég og starfa hérna hjá ASÍ. Eitt af mínum verkefnum er að sjá ASÍ Ung og reyna að styrkja og efla ungliðastarfið innan hreyfingarinnar. Og ég ætla að fara aðeins yfir það í dag með ykkur og hvað við erum að gera og eins af hverju það er mikilvægt að huga að þessum lið í starfinu hjá okkur. Þið sjáu hérna þessa mynda af þessum gamla manni, gamall og vitur, og ástæðan fyrir ég set hann þarna inn er að, og hef þetta heiti á erindinu, þú skilur þetta þegar þú verður eldri, er að okkur hættir oft til að líta á yngri hópinn sem hóp sem veit minna en við hin. Ég er ung, eða hvað, samkvæmt flestum skilgreiningum er ég reyndar ekki lengur ung. Mér finnst ég samt vera það. Í rauninni er ég bara eiginlega nýhætt að vera ung, samkvæmt skilgreiningum ASÍ. Ég er rétt að detta í 41 ár núna í sumar, en við miðum við í hreyfingunni að ungt fólk séu þeir sem eru undir 35 ára og erum þá í rauninni alltaf að tala þennan hóp 16 til 35 ára. En þó mér finnist ég í rauninni ennþá ung og eiga heima í þessum hópi, hef ég tekið eftir þessum árunum fjölgar að þá finnst mér þeir sem eru yngri en ég verða alveg svakalega ungir. Og fyrir stundum að hugsa okkur hvað reynslu getur þetta fólk haft og getur það mögulega vita betur en ég í einhverjum málum. Og ég held að þetta sé mitt hugsanaháttur sem okkur hættir öllum til að detta í og velta því mögulega fyrir sér af hverju verið efla ungliðastarf. Er það að skila einhverju til okkar? Er þetta eitthvað sem skiptir raunverulegu máli? Og eins að við kannski veltum ekki fyrir okkur hvernig við fáum þetta fólk til að starfa með okkur og hættir kannski til að hugsa að þau fatt þetta bara þegar þau vera eldri og fara þá að sýna verkalýðshreyfingunni og baráttunni meiri áhuga. En ég held að það sé ekki reynslan. Hvernig var til dæmis kosningaþátttakan í nýafstöðnum kosningum? Hún hefur nú stundum verið betri og þó við séum ekki með neina greiningu á því hvort það voru yngri eða eldri hópar sem voru að kjósa, þá er allavega augljóst að það er ekki nýjir hópar að skila sér inn. Og er þá eitthvað líklegt að þessi hópur skili sér inn í hreyfinguna seinna meir? Ég held að svarið við því sé mjög einfalt. Það þarf að virkja fólk til þess að taka þátt í starfi hreyfingarinnar. Það þarf að gera nýjar kynslóðir meðvitaðar, annars taka þeir bara ekki þátt. Þannig í rauninni eins og kemur hérna á myndinni af hverju ungliðastarf, það er bara til þess í rauninni auka meðvitund, þekkingu og áhuga á verkalýðshreyfingunni. Hvort að allir skili sér beint inn í starfið með beinum hætti, það kemur síðan bara í ljós. En aukin meðvitund í samfélaginu vinnur auðvitað alltaf með því sem við erum að gera hér. Ungt fólk, þessir þá, 16 til 35 ára, það er nefnilega líka svolítið stór hluti af þeim sem eru á vinnumarkaði. Hérna er talað fyrir stríðs, eftir stríðs, X-kynslóðina, aldamótakynslóðina og svo Z-kynslóðina. Aldamótakynslóðin hérna, sem oft eru á ensku kölluð millennials, er hérna þeir sem eru fæddir 1980 til cirka 2000, að tala oft 97, 98 og þetta er þeir sem eru 22 til 38 ára í dag og Z-kynslóðin er þá sem eru fæddir þá eftir 97, 98, svona eða rétt í kringum aldamótin. Þannig að þegar við erum að tala ungt fólk hérna, þá erum við að tala í rauninni aldamótakynslóðina og Z-kynslóðina. Og þið sjáu bara á þessari mynd hérna hvað þetta er stór hluti af vinnumarkaðnum. Þetta er og yfir 40% og við hljótum að telja eðlilegt að þessi rödd heyrist í því sem við erum að gera. Að þetta er í rauninni bara jafnréttismál að svona stór hópur hafi alvöru rödd þegar kemur að hreyfingunni og vinnumarkaðsmálum. Að við séum að hlusta á hvað þessi hópur vill til þess að endurspegla í rauninni það sem að okkar hópur er að segja. Og ég fekk að stela hérna einni glæru
Þetta eru reyndar tölur frá 2016 en ég held við verðum að telja mjög líklegt að þetta hafi nú kannski ekkert breyst mjög mikið. Og þá eru hérna félagsmenn ASÍ sem eru undir 35 ára eru 43%. Ég er ekki með tölur hvernig þetta endurspeglast í stjórnum og nefndum en við getum bara öll svona, kannski dregið okkar ályktanir sjálf. Við vitum alveg að þessi hópur er ekki endurspeglaður í samræmi við þetta. Og við þurfum þess vegna að reyna að styrkja starfið hjá okkur fyrir þennan hóp, til að virkja þennan hóp. Og við höfum séð, ég hef verið aðeins að skoða hvernig málin hafa verið undanfarin ár. Og SGS, starfsgreinasambandið, hefur verið með mjög öflugt ungliðastarf og við erum að sjá það skila sér beint inn í ungliðastarfið hjá okkur og inn í ASÍ Ung. Og hérna er til dæmis mynd af stjórn ASÍ Ung eins og hún er skipuð í dag. Ég set stjórnina og varastjórnina bara saman af því að þau starfa í rauninni sem ein heild. Og þá eru 12 af 14 bara að skila sér beint úr ungliðastarfinu hjá starfsgreinasambandinu. Þannig að við sjáum að hvað félögin er að gera hefur bara bein áhrif á það hvernig unga fólkið er að skila sér áfram inn í starfið hjá okkur. Við viljum að sjálfsögðu sjá þessa skiptingu í stjórn ASÍ Ung jafnari og hvetjum þess vegna félög bara til þess að vera duglega að efla sína hópa og gera það sem þeir geta til þess að virkja þá inn í starfið. Það sem við erum að gera hjá Alþýðusambandinu til þess að virkja unga fólkið er meðal annars námskeið sem er nýlokið núna, ungir leiðtogar. Það var keyrt í fyrsta skipti á síðasta ári og þá í annað skipti núna. Þar sem við leitum til félagana þáttakendur undir 35 ára. Þar sem við keyrum gegn námskeið, þar sem verið rauninni bara að efla leiðtogafærni og tengslanet þessa hóps. Og hérna sjáum við hvernig skiptingin var á hópnum sem var hjá okkur núna. Þetta voru 17 krakkar, eða já, kannski ekki að segja krakkar, þá er ég að tala þvert á það sem ég var að segja á þann sjálf. Það voru 17 einstaklingar sem tóku þátt og þeir skiptast svona milli landssambandana. Og hérna sjáum við líka kynjaskiptinguna. Og við getum, held ég, alveg gert betur varðandi kynjaskiptinguna og líka mögulega landssambandinu. Þetta þarf að gæta því að þau misstóru og allt það og mismörg félög, en ég held að við eigum að geta jafnað þetta betur. En hérna sjáum við líka, þetta er að stórum hluta til hópurinn sem hefur verið virkur í ungliðastarfi starfsgreinasambandsins sem er að skila sér beint hérna inn líka á unga leiðtoga. En ég ætla að segja ykkur bara aðeins, ekki að halda áfram að skamma ykkur eða vera neikvæð, heldur að segja ykkur aðeins frá námskeiðinu ungum leiðtogum, af því að við teljum að þetta sé óbáslega góð leið til þess að virkja hópinn inn í starfið. Og eins og við höfum keyrt þetta núna síðastliðin 2 ár, þá höfum við, eins og ég sagði, boðið öllum félögum að senda sína fulltrúa. Þar sem við erum að keyra námskeiðið yfir eina önn í 3 lotum, 2 daga lotum. Og þar sem við erum að fara yfir framkomu, samskipti og tengslanet. Í fyrstu lotunni er lögð áhersla á þessi 3 atriði og núna vorum við til dæmis með byrjuðum á smá spuna með hópnum, þar sem fulltrúar frá Improv Iceland komu. Svo var ræðunámskeið, hópavinna, þau þurftu að flytja ræður og kynna sér ákveðin málefni og alls konar svoleiðis. Af því að við vitum það alveg að í flestum störfum þá er þetta eitthvað sem skiptir miklu máli að geta komið fram. Þannig að við lögðum mjög mikla áherslu á það að vera að efla tengslanetið þeirra á milli og þjálfa þau í að koma fram fyrir hópinn. Og það gekk alveg ótrúlega vel. Þetta var alveg ótrúlega flottur hópur sem við vorum með. Í lotu 2 þá höldum við áfram að vinna með tengslamyndunina
og létum þau vinna mjög mikið saman í hópum. Og við unnum líka með framkomuna áfram og þau þurftu að vinna verkefni tengd umhverfismálum, jafnrétti og vinnumarkaðnum og kynna fyrir hvort öðru. Þau voru líka sett í smá útvarpsviðtal, eða svona útvarpsviðtal innan gæsalappa hjá Snorra Má til þess að þjálfa þau upp í að koma fram í fjölmiðlum og það tókst alveg ótrúlega vel og hópurinn var mjög ánægður með það. Þannig að við erum svona að reyna að kynna þeim bara hvað þau eru að gera og efla þau í því sem þau gætu þurft að gera ef þau koma að starfa fyrir hreyfinguna. Við fórum líka í heimsókn í félagsmálaráðuneytið og sem bara hluti af því að kynna í rauninni kerfið og hvernig þetta allt virkar saman og í heildina séð þá erum við að bara vekja þau til umhugsunar samfélagið, vinnumarkaðinn og verkalýðsbaráttuna í mjög víðum skilningi. Það er það sem námskeiðið gengur út á og kannski í rauninni er það mikilvægasta sem þetta námskeið skilur eftir er tengslamyndunin. Í þriðju og síðustu lotunni þá fórum við síðan til Brussel og það var líka gert í fyrra og sú ferð hefur eða jafnvel þríþætt hlutverk. Núna glærurnar eitthvað ekki að rúlla hérna eins og átt að gera. Nú allt stopp hérna hjá mér. Jó, nú kemur þetta af stað. Eins og ég sagði þá þessi ferð til Brussel hefur jafnvel þríþætt hlutverk í námskeiðinu hjá okkur. Það náttúrulega ákveðin gulrót fyrir hópinn að fá að fara í þessa ferð. Við erum að þjappa hópnum en þá betur saman. Ásamt því að kynna hann fyrir starfi verkalýðshreyfingarinnar á evrópskum og alþjóðlegum skala. Við erum að heimsækja þessar stofnanir úti, ETUC og ITUC og heimsóttum líka ungliða í Brussel og fórum í heimsótt til EFTA. Þannig að hópurinn kemur mun fróðari tilbaka en líka mun þéttari. Og hvert af þessum hlutverkum mikilvægast skal alveg látið ósagt en það ljóst að við viljum halda starfi verkalýðshreyfingarinnar sterku. Þá mikilvægt að tryggja að unga kynslóðin þekki starfið og sé tilbúin að leggja sitt af mörkum. Og þetta allt liður í því að kynna þau fyrir starfinu, kynna þau fyrir hvort öðru og hvetja þau til þess að taka þátt. Og þið sáu þarna fullt af myndum rúlla og þetta var mjög skemmtileg ferð og það hefur líka óbúslega mikil áhrif auðvitað, þetta verður að vera gaman og það sem við heyrðum að hópurinn sagði eftir ferðina að það sem situr eftir að þau þekkja núna fólk í félögum hringinn í kringum landið sem þýðir líka að það mikið auðveldara að taka upp símann, skipuleggja einhverja viðburði, leita ráða og alls konar svoleiðis ef þú veist hver á hinni línunni. Þannig að það í rauninni markmiðið með þessu námskeiði að efla tengslanett þessa hóps. Því það alltaf þannig ef við þekkjum hvort annað og mikið auðveldara að taka þátt. En hvað tekur síðan við eftir svona námskeið og hvernig getum við haldið sambandi við þessa einstaklinga og tryggt að þeir séu að, ég ætla ekki að segja skila sínu, en tryggt að þeir séu virkir í starfinu áfram því það það sem svo mikilvægt. Og við erum svolítið að vandræðast með þetta og þurfum þá svolítið að leita líka til ykkar félagana því þið eru náttúrulega í beinum tengslum við hópana ykkar. Og þá þurfum við að hvetja ykkur til að vera dugleg að virkja unga fólkið. Því að framtíðin í rauninni núna, í þeim skilningi að það sem við gerum núna hefur áhrif á það hvernig hlutirnir verða í framtíðinni. En við getum ekki bara beðið og séð til. Þannig ég hvet ykkur í rauninni bara öll til að huga að ungliðastarfi innan ykkar hópa með skipulögðum eða óskipulögðum hætti, eða ekki kannski óskipulögðum en kannski frekar óformlegum hérna orðið sem ég var að leita að. En allavega að reyna að virkja hópinn.
til þess að við náum að halda þeim dampi sem hefur verið í þessu starfi á Íslandi. Og við ætlum að vera með framhaldsnámskeið í haust fyrir unga leiðtoga, hvert nafni verður á eftir að koma í ljós, en þar sem við ætlum að bjóða þeim sem hafa verið á ungum leiðtogum hjá okkur núna og í fyrra þá, að koma og halda förinni áfram með okkur. Og ég hvet líka öll félögin til að taka vel í það og senda sína fulltrúa inn á það námskeið. Hvort einhverjum fleiri verður boðið með, það kemur bara í ljós, við eigum aðeins eftir að móta þetta. Og síðan keyrum við náttúrulega þetta námskeið aftur á næsta ári. Og þá hvetjum við bara öll félög til þess að vera dugleg að senda sitt fólk. Skoðiði hvaða fólk hjá ykkur, hverjir eru líklegir til þess að vera góðir kandidatar inn á svona námskeið. Við erum ekki endilega að leita að þeim sem eru þegar leiðtogar, líka þeim sem þurfa smá svona búst til þess að verða það sem þeir geta orðið. Þannig að verið bara meðvituð þennan hóp. Af því við erum, mér finnst þessi mynd svo skemmtileg, af því við erum öll á sömu leið. Við erum öll að vinna að og reyna að vinna að sama marki. Og unga fólkið okkar oft með sín sem þeim eldri dulin og eldri kynslóðin með reynslu sem þeir yngri hafa ekki enn öðlast. Og þess vegna vinnum við svona ofboðslega vel saman.